Við höfum lengi beðið þessa dags, segir veitingamaður í Grindavík, en bærinn var opnaður öllum í morgun. Lögreglustjóri Suðurnesja segir nauðsynlegar varúðarmerkingar vanta fyrir ferðamenn. 2 þingmenn hjá Flokki fólksins fá ekki sæti á lista fyrir komandi kosningar. Formaður VR kemur nýr inn. Skelfilegt myndskeið af síðustu andartökum ungs manns á Gaza hafa vakið reiði og óhug. Hann brann til dauða eftir árás Ísraelshers á sjúkrahús í síðustu viku. Donald Trump mælist með meira fylgi í 4 sveifluríkjum og Kamala Harris í hinum 3. Gangi það eftir á kjördag 5. nóvember myndi Trump sigra kosningarnar. Uppskerubrestur blasir við kartöflubændum á Norðurlandi eftir erfitt sumar. Sumir segjast fegnir að hafa þó fengið eitthvað upp úr kaldri og blautri moldinni, en ljóst að tekjutapið mikið. Gott kvöld. Ferðamenn eru aftur komnir á kreik í Grindavíkurbæ, en hindrunum inn í bæinn var aflétt í morgun. Bærinn hefur verið meira og minna lokaður óviðkomandi síðan hann var rýmdur 10. nóvember í fyrra. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum segir varúðarmerkingar fyrir ferðamenn vanta. Bærinn hefur verið færður á óvissustig sem lægsta almannavarnarstig. Byggt á nýju hættumati Veðurstofu Íslands. Aksturinn í bæinn varð öllum heimill frá klukkan 6 í morgun. Margir Grindvíkingar starfa enn í bænum. Við þurfum að stíga skref fram á við og þetta er bara liður í því. Svona auka bæði súrefni inn til fyrirtækja og svæðisins og sem á bara auki frelsi fyrir okkur. Umferð var ekki mikil í bænum í morgun en á veitingastöðum við Hafnargötu voru margir í hádegismat eins og flesta daga þar sem starfsemi hefur gengið sinn gang hjá fyrirtækjum á Hafnarsvæðinu. Þegar leið fram yfir hádegi létu erlendir ferðamenn sjá sig. Þótt mælt sig gegn því hefur verið gist í 50 húsum í bænum undanfarið og nú ítrekað sem fyrr að börn séu þar ekki eftirlitslaus. Það nú alltaf eitthvað vinnumönnum hérna en við erum búin að vera að fá túrista hérna inn í dag og svo erum við rútu hérna inn á bar og þetta lítur bara vel út, vonandi heldur þetta áfram. Við höfum lengi beðið þessa dags, segir Þormar. Nú búið að gera það af öll hættulegustu svæðin Þannig að það á enginn að þurfa að slasast hérna nema bara vilja klífra endilega yfir Grindverkin. Framkvæmdanefnd vegna jarðhræringa í Grindavíkurbæ tilkynnti breytingarnar í gær og áfram verður opið nema hættustigi verði lýst yfir á ný. Hefði viljað sjá betri upplýsingar eða upplýsingaskildi þegar fólk kemur að nálgast bæinn en ég vona því að það er bætt úr því. Það náttúrulega þessi nefnd sem að fer með þessi mál ekki samráð ykkar á milli? Jú, það er samráð hefur verið en ég held að þetta væri komið lengra en vonandi verður þetta gott þegar líða tekur á vikuna. Þú talar þessi skilti fyrir ferðamennina, það algjörlega nauðsynlegt? Já, að mínum mati algjörlega nauðsynlegt. Við erum að tala ferðamenn sem þekki ekki til íslenska náttúru. Jarðhræringum hvergi lokið og enn eru líkur á gosi. Við erum samt stödd í miðjum atburði og við gerum okkur grein fyrir því en það er gott að þetta byrji rólega en ég sjá hér rútur keyra bæinn og aðeins meira líf. Sviptingar verða innan Flokks fólksins fyrir komandi kosningar því 2 sitjandi þingmenn fá ekki sæti á listum flokksins. Formaður VR kemur nýr inn á lista og sækist eftir forystusæti. Ragnar Þór Ingólfsson formaður VR hyggst leiða lista Flokks fólksins í Reykjavík. 2 sitjandi þingmenn fá ekki sæti á listum flokksins, þeir Tómas A. Tómasson og Jakob Frímann Magnússon. Ragnar segir í samtali við Fréttastofu að framboðið hafi ekki áhrif á störf hans hjá VR. Framboðstilkynningar hafa hrannast inn í dag og línur farað skýrast í vikunni. Eftir miklar sviptingar í Sjálfstæðisflokknum virðast efstu sæti hans í Reykjavík ætlað að verða tíðindaminni eða líklega þau sömu og í síðustu kosningum en sem komið í það minnsta. Brynjar Níelsson bætist við listan og mun samkvæmt heimildum Fréttastofu að líkindum fá 3. sætið, rétt eins og árið 2021 sem þó fleytti honum ekki inn á þing og miðað við síðustu skoðanakannanir mun hann aftur eiga og brattan að sækja. Reykjavíkurlistar flokksins verða kynntir á fimmtudag. Einnig eru breytingar innan raða Vinstri grænna því meirihluti þingflokksins hefur tilkynnt að hann haldi ekki áfram á þingi. 8 þingmenn fengu sæti á þingi eftir síðustu kosningar og 5 þeirra halda ekki áfram.
Hjá Samfylkingunni liggur fyrir að Alma Möller mun skipa fyrsta sætið í Suðvesturkjördæmi, Guðmundur Ari Sigurjónsson annað sætið og Þórunn Sveinbjarnardóttir þriðja sætið. Árni Rúnar Þorvaldsson skipar fjórða sætið. Og þessu tengt þá minnum við á að silfrið verður á dagskrá á 9 tíma í kvöld og fram að kosningum. Þátturinn hefst klukkan 9:10. Gestir þáttarins í kvöld eru Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, Halla Hrund Logadóttir, Sigríður Á Andersen og Katrín Júlíusdóttir. Og þá kemur Guðmundur Halldórsson, prófessor í sagnfræði í þáttinn til að rýna í kosningabaráttuna. Örlög ungs manns sem brann til dauða eftir árás Ísraelshers á sjúkrahús hafa vakið mikla reiði og beint kastljósinu að skelfilegri stöðu þeirra sem föst eru á Gaza. Faðir mannsins segir ómögulegt að koma orðum að því hvernig honum líði eftir að hafa þurft að horfa upp á son sinn brenna lifandi. Við vörum við bæði myndum og lýsingum í þessari frétt. Shaban al-Dalou hefði orðið 20 aðeins 2 dögum eftir að hann var drepinn. Hann var að læra tölvunafræði í háskóla og dreymdi að komast frá Gaza. Fjölskyldan hafði leitað skjóls nálægt spítala í vonum að sleppa frá árásum Ísraelshers. Þau höfðust við í tjaldi við Al-Aqsa sjúkrahúsið þegar árásin var gerð. Árás sem Ísraelshers segir að hafi beinst að vígamönnum sem földu sig meðal almennra borgara. Ekki hafa komið fram sannanir sem styðja þá fullyrðingu. Þéttar tjaldbúðurnar stóðu fljótt í ljósum logum. أنا هاجمت أساعد أبويا أطلع أمي أطلع أخويا أي حد لكن في 10 شباب أكثر من 10 شباب مسكوني وطلعوني برا المستشفى قالوا لي ما تصلش المنطقة أخويا قاعد بنحرق قدام عيني أخويا رافع إيديه وأمي الله يرحمك يمه الله يرحمك يمه أمي كانت نايمة أمي ما صحيتش. Á myndskeiðum má sjá fólk hlaupa í örvæntingu, reyna að bjarga þeim sem hægt var og slökkva eldinn með fötum og slökkvitækjum. Og á myndunum má líka sjá Shaban þar sem hann liggur og brennur lifandi. كلمة بقطع القلب لا تيجي ما تيجيش ولا حاجة قدام اللي أنا شفته. شعور إنه ابني ولع قدامي وأنا مستسلم بمعنى الكلمة. مش مستسلم إنه أنا قادر أعمل حاجة وما عملتش. Móðir Shabans lést einnig í eldsvoðanum á mánudag og nokkrum dögum síðar 11 ára bróðir hans af sárum sínum. Shaban hafði oft tjáð sig á samfélagsmiðlum raunir fjölskyldunar. In this barbaric starvation war, we have displaced 5 times so far. Now we are in Al-Aqsa Martyrs Hospital in the middle of Gaza. Það gerði hann í vonum að fá aðstoð til þess að koma þeim burt frá Gaza sem hefur verið ómögulegt. Frá því Ísraelsher tók yfir landamærin að Egyptalandi í byrjun maí. Loka hnykkur kosningabaráttunar vestanhafs hafinn nú þegar rétt rúmar 2 vikur eru til forsetakosninga. Frambjóðendurnir nýta síðustu dagana til að ferðast mikilvægustu ríkin og sannfæra kjósendur. Og öllum brögðum virðist breytt. Af sveifluríkjunum 7 Pennsylvania mikilvægust því þar í flesta kjörmenn að ná. Donald Trump var í Pennsylvania í gær og brá sér bak við afgreiðsluborðið á einum fjölmargra McDonald's staða í ríkinu. Kamala Harris hefur ítrekað sagst hafa unnið þar á yngri árum, en Trump segir hann að ljúga. It was a big part of her resume that she worked at McDonald's, how tough a job it was. She specifically worked at the French fry, where they make the French fries, and she talked about the heat, it was so tough. She never worked at McDonald's. Deildar meiningar eru hvort Harris ljúgi eða ekki. McDonald's samsteypan segir að engar skrár séu til að hún hafi unnið hjá keðjunni, en stuðningsmenn hennar segja það engu skipta. Harris einnig á ferðum sveifluríkin og í gær var hún í Georgíu. Part of what's wrong with what's been happening in this so-called Trump era is that there's this backward notion that somehow the measure of the strength of a leader is based on who you beat down. Harris varð 60 í gær og fagnaði því á þeytingi sínum Georgíu. Það var engin aukvisi sem söng afmælisöngin á kosningafundi í Atlanta. Harris fekk einnig kveðju frá mótframbjóðanda sínum, eitthvað sem stuðningsmenn hans voru ekki ánægðir með. It's her 60th birthday, so I want to wish her a happy 60th birthday. Right? No? No, happy birthday. And many more, and I mean it. Kosningavélarnar vestanhafs eru fyrir löngu komnar á fullt, en segja má að þær séu núna komnar á yfirsnúning. Auðkýfingurinn Elon Musk, einn diggasti bakhjarl Trumps, heitir því að gefa $1 milljón til heppins íbúi Pennsylvania á hverjum degi fram að kosningum. We're giving out $1 million prize
And all you have to do is sign a petition in support of the Constitution. It's very straightforward. Þessi kona sem var dregin út í gær var að vonum ánægð. Oddur, það nokkuð vinsæll samkvæmisleikur að giska á hvernig þetta allt saman fer. Eitthvað hægt að spá fyrir það núna eins og staðan Nei, eiginlega ekki. Þetta það tæft og eins og staðan núna bara algjörlega ómögulegt að spá fyrir sigurvegara. En það sem við getum gert til að átta okkur á stöðunni er svona að kíkja þessi títtnefndu sveifluríki. Hérna sjáum við nýjustu tölur frá kannanafyrirtækinu 538 sem svona klastrar saman helstu marktæku könnunum þar vestra. Og þetta nýjustu tölurnar og hérna sjáum við Trump í rauðu og Kamala Harris í bláu. Trump leiðir í 4 þessara sveifluríkja og Harris í 3 og sumstaðar munurinn mjög lítill eins og til dæmis í Michigan þar sem að Kamala Harris leiðir með 0,1% og í Pennsylvania leiðir Trump með 0,4%. En við sjáum það líka að þar sem að Trump leiðir að þar hann með meira afgerandi forystu heldur en í þeim ríkjum sem að Kamala Harris leiðir. Þannig að staðan mjög tæp og engin leið eiginlega að segja fyrir hvernig þetta fer. Nei, en ef þetta verður niðurstaðan eins og sérst að vegum minna fyrir aftan þig, þá vinnur Trump. Já, það bara staðan eins og hún blasir við og ef við sjáum á öðru korti þá á landsvísu hvernig staðan þarna Trump með samtals 281 kjörmann. Það þarf bara 270 til að sigra kosningarnar og þetta svona lítur ansi vel út fyrir hann. En sko fyrir fáeinum dögum þá leiddi Kamala Harris til dæmis í Pennsylvania en núna leiðir Trump í Pennsylvania og fylgið að hreyfast dag frá degi. Þetta eru bara nýjustu tölur og við getum eiginlega ekkert sagt fyrir víst hvernig þetta fer. En það sem við vitum þó að með þetta að þá verður kosninganóttin æsispennandi og við ætlum að fylgjast með á kosningavöku hérna á RÚV 15. nóvember og höldum svona skráið hvað gerist og segjum frá því helsta eftir því sem líður á nóttina. Heldur betur og í aðdragandanum líka. Takk fyrir þetta, Oddur. Og þá að öðru. Það verður töluvert minna framboð af norðurlenskum kartöflum á markaði þetta árið en kartöflubændur norðan heiða muna vart eftir jafn erfiðu sumri. Kartöflugeymslurnar eru tómlegar þó aðeins komið fram í október. Við komumst yfirleitt aldrei inn í þessa geymslu fyrir en bara kannski í desember eða lok desember. En nú eru gólfin hálftóm hérna Og svona staðan hjá fleiri kartöflubændum við Eyjafjörðinn. Á Einarstöðum sílastöðum voru í ár aðeins tekin upp 170 tonn af kartöflum en í venjulegu ári telur uppskeran alltaf 350 tonn. Ástæðan blautt og kalt sumar. Við tókum eiginlega bara ekki þátt í sumurupptökunni þetta árið. Við vorum að byrja 21. ágúst að koma með einhverja kartöflur í bæinn. Sem verður að teljast mjög seint. Mjög seint. Og það hefur sérstaklega mikil áhrif á bæði fjárhagsaðstæður af því að við fáum mest fyrir kartöflurnar á þeim tíma. Þetta var bara erfiðasta upptaka sem ég hef verið í. Bara tækjalega séð og já. Kartöflugarðarnir voru gegn drepa þegar að bændur kepptust við að taka upp úr görðunum í lok ágúst. Raunar svo blautir að tækin sukku í leðjuna. Og við þær aðstæður loðir blaut moldin við kartöflurnar sem venjulega koma upp úr görðunum tiltölulega hreinar, þurrar og tilbúnar að geymast fram á vorið. Hann næri ekki að þorna almennilega vegna drullu. Hann blautur ennþá í miðjunni og eins og kartöflurnar hér eru bara húðaðar drullu. Og það er bara mjög erfitt að geyma þetta. Þetta lítur svona út. Í ofanálag fraus í jörðu norðan heiða þegar enn átti eftir að taka upp hluta uppskerunar. Þetta var aðalega gulluga sem við lentum í þessu og við höfum verið að sjá aðeins skemmdir þar. Og því miður þá bara, því meiri tími sem líður, því meira skemmist út frá þessum frostkartöflum. Á Einarstöðum sílastöðum búa bændur sig undir að kartöflugeymslurnar tæmist í mars eða apríl. Aðrir bændur á svæðinu segjast í raun fegnir að fá einhverja uppskeru miðað við veðurfarið. Fólk sem notar hjólastól og hjólandi og gangandi vegfarendur eru meðal þeirra sem kvarta yfir frágangi rafskúta á höfuðborgarsvæðinu. Rafskútuleigur og sveitarfélög þurfa að leysa vandann áður en fleiri slys verða, segir formaður reiðhjólabænda. Rafskútur eru á hverju strái en það algengt að fólk skilja þær eftir þar sem þær eru fyrir eða geta hreinlega valdið slysum. Á umferðareyjum fyrir hjólastólarömpum, á hjólastígum, götum og gangstéttum. Fyrirtækin treysta á samviskusemi notenda sem þurfa að smella af mynd til að sýna fram á að skútan sé á viðeigandi stað. Tækin sjálf eru mjög gagnleg, þau eru góð fyrir örflæði og samgöngumáta í borginni. Þetta fínt í flóruna
en umgangurinn gerir það bara verkum að þau skapa vandræði og slysahættu. En eins og þetta, hvernig er Akkurat. þessi frágangur? Sko, þetta er mjög slæmt því að ekki bara stendur tækið á hjólastígnum og gæti hæglega verið upp á gangstéttinni meira til hliðar. Heldur í litlum vindi þá getur það lagst á hliðina og líkur þvert á stíginn. Ég er nú eiginlega lagt það reynda þvert á stíginn en það er annar mál. Og í myrkri, regni og slæmum aðstæðum þá sjást tækin illa þegar þau liggja og það hafa orðið slys út af því. Umræðan þó ekki fyrst að skjóta upp kollinum núna. Framkvæmdastjóri Hopps, Sæunn Ósk Unnsteinsdóttir, sagði fyrir 2 árum að fyrirtækið íhugaði jafnvel að beita sektum. Það hefur enn ekki verið gert. Í samtali við RÚV segir hún að vinna sé í fullum gangi. Fyrirtækið herja á sveitarfélögin að fjölga sérstökum rafskútusvæðum og þeim fjölgi ört. Hver er krafan og hvar finnst ykkur ábyrgðin helst vera? Borgin þarf að vinna með leigunum, eða sveitarfélagið. Já, ég er sammála því að það er auðvitað á ábyrgð þeirra sem að leigja út tækin að ala upp sína notendur og viðskiptavini og það er sveitarfélagana að setja fyrirtækinum ramma. Annar hvor þessara aðala verður að stíga fram og gera betur. Frá og með deginum í dag verður hægt að sækja nafnskírteini og vegabréf í verslun Hagkaups í Skeifunni. Þetta er tilraunaverkefni til 6 mánaða sem á að bæta þjónustu við landsmenn og stytta leið biðtíma í móttöku þjóðskrár. Og nú ætlar okkar besti Gunni að afhenda Sigurði fyrstu skilríkin í Hagkaupum. Sigurður Reynaldsson, framkvæmdastjóri Hagkaups, fékk í morgun afhent vegabréf og nafnskírteini á þjónustuborðinu í Hagkaup í Skeifunni. Þeir sem eru að sækja sér skilríki geta komið allan sólarhringinn. Hér eru fullt af stæðum, mjög gott aðgengi. Stæðin kosta ekki. Það er gott aðgengi fyrir alla, líka fyrir fatlaða. Og hvers vegna var það Hagkaup fyrir valinu? Jú, það var vegna þess að þau eru með opið allan sólarhringinn. Þetta er miðsvæðis, þjónustuborðið er vel staðsett. Júlía bendir á að breytingin stytti líka biðtíma hjá afgreiðslu þjóðskrár í Borgartúni fyrir fólk með flóknari og tímafrekari erindi. Er þetta að tryggja öryggi gagnanna á jafn góðan hátt hér og í Borgartúninu? Já, hér er sérstakt kerfi sem hefur verið innleitt, þannig að það er vegabréfið pingað út og inn og það er allt inn í kerfunum í okkur sem fylgjast með. Hér er öryggismyndavélakerfi, það eru læstar hystlur, hér er allt eins og best verður á kosið. Umsækjandi hefur 7 daga til þess að sækja skilríkin sín í verslunina, annars þarf að sækja þau til þjóðskrár. Sem fyrr verður einnig hægt að sækja vegabréfin til þjóðskrár og hjá sýslumönnum. Þetta er bara, held ég, stórkostlegt framfara skref í opinberri þjónustu líka. Að sýna fram á það að við getum unnið saman að þjónustubætingum fyrir ríkið vegna þess að opinber þjónusta þarf ekki endilega eiga sér stað innan veggja ríkisstofnana. Ef þetta gengur vel, er þá fleiri svona skref möguleg? Já, alveg örugglega og bara vonandi. Hátíðin Vofstock var haldin í Belgíu í fyrsta sinn í gær. Eins og nafnið og þessi mynd kannski gefur til kynna er þessi hátíð tileinkuð hundum og öll dagskrán eftir því. Það væsti alls ekki ferfætlingana og Vofstock í Brussel. Qu'est-ce qu'il aime bien comme massage? Ici, il y a un peu tout, les oreilles, les mouvements circulaires sur lui, même la queue. Il y a tout qui lui plaît, ça le relaxe vraiment. Dekur, ljúfengar, veitingar og jóga er á meðal þess sem var á boðstólinu. Quand je suis à la maison, dès que je sors mon tapis, mon chien il arrive tout de suite vers moi, il vient s'allonger, donc il sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Je pense que le chien peut retirer des bienfaits du fait que son maître prenne du temps avec lui, partage une activité avec lui et voilà, passe un moment, un peu de connexion ensemble en fait. Donc voilà, renforcer le lien entre le maître et l'animal. Og þá var að sjálfsögðu hægt að kynna sér nýjustu tísku í hundaóla-bransanum. Je fais des colliers en paracord, des biotanes. L'intérêt, c'est qu'ils sont ultra solides et qu'ils peuvent aller en machine. Ça, c'est vraiment le modèle phare de la boutique. C'est le modèle automne. C'est presque de la haute couture canine. C'est presque ça. En tout cas, on est sur du sur-mesure. L'idée, c'est vraiment chacun puisse avoir le modèle unique qu'il veut. Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Það er pólitíkin. Við ætlum að rýna í þær vendingar sem eiga sér stað í stjórnmálum þessa dagana. Margir sitjandi þingmenn eru á útleið, sumir að eigin frumkvæði og aðrir ekki eins og kom á daginn núna helgina og mörg ný andlit að dúkka upp. Við ætlum að fara við rýna í stöðuna eins og hún er í dag með þeim Sóleyju Tómasdóttur og Birni Inga Hrafnssyni.
Við viljum líka tala laxeldi og ræðum við hagfræðing sem var norskum stjórnvöldum innan handar þegar þau samþykktu ný lög í fyrra sem hækkuðu skatta á greinina og svo endum við þetta á grísk-íslenskri listahátíð sem teygir sig borgina þessa dagana. Takk fyrir þetta Bergsteinn, vissum ekki því. Og þá að veðri. Í nótt og fyrramálið útlit fyrir allhvassa eða hvassa norðvestanátt á norðaustur og austurlandi með snjókomu eða slyddu. Líkur á að færð spillist einkum á fjallvegum. Fremur hæg breytileg átt víða á morgun, léttir til og kólnar. Vaxandis austanátt syðst annað kvöld með rigningu eða snjókomu. Það Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur sem fyrir yfir horfur næstu dagarloknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Aron Pálmarsson, landsliðsfyrirliði Íslands í handbolta farinn aftur í atvinnumennsku erlendis. Landsliðsþjálfarinn segir jákvætt að sjá hungrið í Aroni. Snorri Steinn Guðjónsson, landsliðsþjálfari, opinberaði í dag val sitt á 18 leikmönnum í landsliðið fyrir undankeppni EM. Sveinn Jóhannsson kemur inn fyrir Arnar Frey Arnarsson. Og það var mikill hiti í mönnum í kórnum í lok leiks HK og Fram í bestu deild karla í fótbolta. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Skulum fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Við höfum lengi beðið þessa dags, segir veitingamaður í Grindavík, en bærinn var opnaður öllum í morgun. Lögreglustjóri Suðurnesja segir nauðsynlegar varúðarmerkingar vanta fyrir ferðamenn. 2 þingmenn hjá Flokki fólksins fá ekki sæti á lista fyrir komandi kosningar. Formaður VR kemur nýr inn. Skelfilegt myndskeið af síðustu andartökum ungs manns á Gaza hafa vakið reiði og óhug. Hann brann til dauða eftir árás Ísraelshers á sjúkrahús í síðustu viku. Donald Trump mælist með meira fylgi í 4 sveifluríkjum og Kamala Harris í hinum 3. Gangi það eftir á kjördag 15. nóvember myndi Trump sigra kosningarnar. Uppskerubrestur blasir við kartöflubændum á Norðurlandi eftir erfitt sumar. Sumir segjast fegnir að hafa þó fengið eitthvað upp úr kaldri og blautri moldinni, en ljóst að tekjutapið er mikið. Næstu fréttir verða í sjónvarpi útvarpi klukkan 10 í kvöld. Sjáumst þá, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Ástæðurnar fyrir því að fólk flytur til útlanda eru líklega jafn margar og þegar fólk flytur innanlands og oftast er fólk á einhvers konar leið að betra lífi. Vegur að heiman, heimildaþættir þar sem Halla Ólafsdóttir skoðar hvers vegna fólk flytur landshorna og heimshorna á milli og hvað það er sem fólk kallar heima. Silfrið, bein útsending þar sem atburðir liðina viku og pólitískt landslag er krufið. Lóðlönd. Rannsóknarlögreglumaðurinn Tom Brannick snýr aftur í annarri þáttaröð þessara bresku sakamálaþátta. Í ljósi sögunar. Á föstudögum klukkan 9:05 á Rás 1, í Spilara RÚV og á Hlaðvarpsveitu.